brotin veldi. Við erum hérna með kvadratrótin af x í öðru veldi sinnum þriðja rótin af x sinnum kvadratrótin af 1/4 sinnum x í sjötta. Losum okkur við kvadratrótin og komum þessu öllu saman í brotin veldi. Þannig verður x-ið í veldinu veldið á móti rótinni, sem því þetta verður bara x í fyrsta veldi. Sinnum x í veldinu veldið á móti rótinni, 1 á móti 3. Nú ég slít hérna í sundur og tek kvadratrótina af 1/4 sérstaklega fyrir, þannig að það er raun og veru kvadratrótin af 1 deilt með kvadratrótin af 4. Sinnum x-ið hérna sem er þá veldinu 6 á móti rótinni af 2. Nú kvadratrótin af 1 deilt með kvadratrótin af 4 er þá þannig að kvadratrótin af 1 er bara 1 og kvadratrótin af 4 er 2, þannig að ég kom með hálfan hérna. En hvernig er þetta með x-in? Jú, x-in hefur verið margfaldur með x hér, hér og hér. Þannig að þetta fylgir veldareglu 1. Ég get þá lagt saman þessi veldi sem eru þarna. Það er að segja x í veldinu 2 á móti 2 pluss veldinu 1 á móti 3 pluss veldið 6 á móti 2. Ég þarf þá að finna samnefnarann á þessum bláu tölur hérna. 2, 3 og 2 og það mun vera 6. Samnefnarinn er 6 því að 2 og 3 ganga upp í 6. Þannig að ég spyr þá núna þennan tvist hérna, hvað þarf ég að margfalda hann með til þess að fá út 6? Ég þarf að margfalda hann 3. Margfalda þá með 3 hérna niður og líka hér uppi. Þannig fæ ég 3 sinnum 2 sem er þessi gula 6. Svo kemur plúsinn. Svo spyr ég hvað þarf ég að margfalda þennan þrist með til að fá 6? Og ég þarf að margfalda með 2. Þannig að ég margfalda uppi með 2 líka og 2 sinnum 1 er 2. Svo kemur plúsinn aftur og þá spyr ég með þennan tvist hvað þarf ég að margfalda hann með til þess að fá út þessa 6 hér og það er að margfalda með 3 og ég ger það uppi líka og 3 sinnum 6 er þess 18. Þannig að ég er þá með dæmið hálfur sinnum x í þessu veldi hér, 6 pluss 2 pluss 18 á móti 6. Lögum veldi hérna, 6 pluss 2 eru 8 og pluss 18 þýðir að við erum með hálfan sinnum x í veldinu 26 sjöttu. Nú, ég ger ekkert meira með hann hálfa, hann er bara komin til að vera, en ég get laga veldi hérna því að 6 gengur 4 sinnum upp í 26, þannig að x er í veldinu 4 og 2 sjöttu eða og ef ég stytti broti 2 sjöttu þá þýðir það að x verður í veldinu 4 1/3.